Já, góða kvöldið, kæra áhorfendur. Njáll Trausti heiti ég og þetta er þátturinn Næstu skref og í þessum þætti ætlum við að ræða ferðaþjónustuna og stöðuna og hvernig mál hafa þróast á þessu erfiðu tímum sem við erum að upplifa núna í COVID heimsfaraldri. Og gestir þáttarins eru Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands og Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri Íslenska ferðaklassans. Verið velkomnar. Takk. Gaman að sjá okkur. Og ég ætla svona kannski bara að byrja á að, svona áður en við byrjum þetta hefðbundna spjall sem við tökum þessum þætti, að Arnheiður, þú myndir byrja á að kynna Markaðsstofu Norðurlands, starfsemina og út á hvað það allt saman gengur. Já, við erum höldum utan markaðsmál ferðaþjónustunnar á Norðurlandi öllu, frá Hrútafirði yfir á Bakkafjörð, þannig að það er ansi stórt starfsvæði sem við höfum. Og við störfum fyrir 300 fyrirtæki og 20 sveitarfélög sem eru á svæðinu og komum að því að markaðssetja Norðurland og byggja upp ímynd Norðurlands, bæði hérlendis og erlendis, aðallega ná áherslu á erlenda markaðinn. Og síðan erum við líka í ýmiss konar innviða þróunarmálum sem hafa kannski bæst við á síðustu 3 árum að miklu leyti, þar sem við erum að þróa vörur og berjast fyrir því að innviðirnir séu í lagi á svæðinu, þannig að ferðamennirnir geti komið. Og við erum síðan með sérverkefni líka, eins og til dæmis flugklassan R66 Norður, þar sem við erum að vinna að því að ná inn beinu flugi Akureyrarflugvöll og höfum verið að gera það síðan 2011. En Markaðsstofan sjálf hefur verið starfandi síðan 2003 og verður vonandi starfandi lengi í viðbót og af miklum krafti áfram og enda mikill vöxtur í ferðaþjónustunni og skemmtileg, þetta sé skemmtileg grein til þess að starfa í. Já, takk fyrir þetta, Ásta Kristín, Íslenski ferðaklassinn. Já, bara fyrst og öllu takk fyrir að bjóða mér að vera með í þessum þætti, frábært framtak. Íslenski ferðaklassinn hann var stofnaður 2015 og er því nýorðinn 5 ára. Hann var stofnaður á svona rosalegum umbrotatíma í ferðaþjónustu þegar vöxturinn var alveg gríðarlegur og búið að vera alveg stöðugur vöxtur frá árinu 2010. Hann svona, ef maður getur talað svona DNA klassans, að þá er það að efla samkeppnishæfni og auka verðmætasköpun í íslenskri ferðaþjónustu. Og við erum að vinna með rosalega breiðri virðiskeðju ferðaþjónustunnar. Og það er eiginlega hægt að segja að við séum svona með 5 mismunandi svona brúarsmíði milli 5 mismunandi þátta og það er gríðarlega mikilvægt þegar maður tala klasasamstarf að það eru mismunandi aðilar sem koma að með mjög mismunandi þarfir en það eru hagsmunir allar sem þarna koma að auka lífvænleika fyrirtækja í ferðaþjónustu til lengri tíma og þar erum við að tala að við erum að vinna með háskólasamfélaginu, vísindasamfélaginu, fyrirtækjunum auðvitað í ferðaþjónustu, bönkum og fjárfestum, frumkvöðlum og síðan stjórnvöldum. Þannig að við erum verkefnadrifin og segjum jafnframt að við séum hreyfiafl nýsköpunar fyrir ferðaþjónustuna og erum eiginlega búin að setja á okkur ef við værum að horfa í gegnum kíkinn og þá erum við svolítið með 2 linsur á núna sérstaklega eftir að þessi faraldur hófst núna í mars að þá erum við búin að vera með aðalega 2 linsur og önnur þeirra er að efla hæfni í gegnum nýsköpun og hins vegar í gegnum sjálfbærni. Og við viljum bara leggja alla áherslu á það að þegar við endurræsum okkur úr því ástandi sem er búið að vera að þá séum við að leggja ofur áherslu á að fyrirtækin verði hæfi að stunda nýsköpun og vöruþróun og síðan hafi alltaf sjálfbærni að leiðarljósi. Já, takk fyrir það. Arnheiður, á þínu starfsvæði og þeirra fyrirtæki sem eru þar, hvernig er fyrirtæki núna? Náttúrulega það var ágætt sumar og þetta náðist ferðaþjónustan í gang í júlí, ágúst. Þetta var erfitt vorið fram á sumar og svo núna haustið mjög erfitt. Hvernig er staðan núna og hvað er þá ferðaþjónustan á svæðinu að gera akkurat núna til að undirbúa sig fyrir næstu skref? Já, ég held að stuttasvari hvað ferðaþjónustan er að gera þetta bara menn að reyna að halda lífi. Það er kannski aðalega áhersla núna, reyna að komast í gegnum þennan skap núna þannig að það verði lífvænleg fyrirtæki sem að taka við ferðamönnunum þegar þeir koma aftur. Vorið var auðvitað hrikalegt, alveg frá byrjun mars hrundi ferðaþjónustan og það fór ekkert að gerast fyrr en í
í byrjun júlí. Íslensku ferðamennir voru aðeins byrjaðir að koma í júní en þannig að íslensku ferðamennir duga ekki einir til, þannig að það var þegar ferðamenn komið hérna í júlí og svona upp á miðjum ágúst að þá höfðum við þá erlendu ferðamennina sem svona ákveðin grunn til þess að byggja á. Fyrirtækin, það er auðvitað mikið talað íslenska ferðasumarið og gott að fá íslensku ferðamenn og þeir gerðu mjög mikið til þess að koma þá allavega með tekjur inn í fyrirtækin og björguðu því sem bjarga varð. En það það þannig að verðlagningin var auðvitað langt fyrir neðan öll mörk í sumar og þrátt fyrir að vera mikið að gera þá voru ekki miklar tekjur sem voru að skila sér til margra. Það voru kannski helst veitingastaðar sem komu vel út og við höfum alveg fyrirtæki sem sáu sumarið bara sem mjög gott sumar og bara með miklar tekjur og kannski meiri tekjur heldur en það áður séð út af innlenda ferðamanninu. En við höfum líka fyrirtæki sem sérstaklega þau sem eru að sinna sérstaklega erlendamarkaðum og kannski með sérhæfða þjónustu fyrir erlendamarkaðinn, einhver afþreyingafyrirtæki, þau höfðu bara 0 í sumar og hafa í rauninni haft nánast engar tekjur frá því í byrjun mars, eru búin að ganga á alla sjóði og alla lána möguleika og eru auðvitað búin að svæfa fyrirtækin eins og hægt en það alltaf einhver fastur kostnaður sem stendur eftir og núna snýst vinnan aðalega það að lifa þetta af og auðvitað að þjónusta kúnnan. Þannig að gleymið stundum umræðin að ferðamennirnir voru auðvitað búin að panta sér ferðir og það hefur farið mikil vinna í afbókanir og mikil vinna í að færa til ferðir og það þarf starfsfólk í þetta en menn hafa þurft að segja upp hjá sér eða vera með starfsfólk á hlutabótaleið og þar er ekki haft endilega mannskap í þetta og það kannski eitthvað sem við þurftum að hafa í huga varðandi endurreisnina okkar að menn þurfa mannskap í þessar bókanir að vinna þessa vinnu. En við erum halda kjarnanstarfseminni gangandi markaðssetning og annað þannig eftir 5, 6, 7 mánuði jafnvel að þá sé einhverjir kúnar væntanlegir og inn í það. Við erum að selja raunlega hálft ár fram í tíman og reyna að starta næsta vori og yfir sumarið. Já, af því að við erum þá í rauninni með, hvað við segja, maður þorir nú alltaf að segja tryggar á þessum tíma en það má segja að við séum með tryggar tekjur ef við náum að halda bókunum inn í næsta sumar og vinna þá grunnvinnan þá erum við með tekjur og ferðamenn sem að muni koma og skila sér næsta sumar og það var mikill vilji hjá ferðamennum einmitt til þess að færa bókanir frekar en að fara í algjör afbókun af því að fólk bara hafði ætlað sér að koma til Íslands og vill halda því til streitu. Þannig að því leytinu má maður vera bjartsýnn þegar maður horfir á þessar bókanir og ef við náum að halda fyrirtækjunum gangandi. Já, og ég held líka bara þegar þú talar ferðaviljan að núna bara þegar við sjáum fram á að jafnvel og ekkert jafnvel, ég held að það sé bara mjög mikla líkur á því að við séum bara að fara að sjá bóluefni að þá kveiknar að því að ferðaviljan sannarlega til staðar og Íslandsstofa hefur einmitt verið að staðfesta það hversu mikill ferðavilji, hversu mikill leit á Íslandi og mikill áhugi að þá fer fólk að gera meira heldur en að láta sig bara dreyma og þá einmitt þarf að vera fólk sem er á staðnum að taka á móti og vera tilbúin fyrir það sem koma skal, annars erum við bara í rauninni og það má líka alveg horfa á það þannig og stjórnvöld verður þetta kannski að gera það og eru þetta búin að gera mikið að horfa á það sem fjárfestingu í framtíðar möguleikum á tekjum því að annars erum við bara að missa þessar tekjur. Já, ég svona, þegar maður kom inn í þetta náttúrulega í þinginu mánaðamóti febrúar-mars þegar þetta var að byrja að gerast með voru farin að sjá fram í ástandi í byrjun mars þá ég hélt að þetta yrði 2-3 mánuðir og við myndum fara að sjá landi rísa í júní og maður, það var svona kannski svolítið vonin hjá okkur síðan þegar við að líða inn í vorið og maí og svona þá fyrir við kannski átt okkur því að það yrði lítið erlenda ferðamenn einhvern tíma svo kannski lifnaði þetta svolítið við þarna í júlí og ágúst og við svona, töluvert vongóð bara að þetta væri svona að sjá fyrir endan en síðan kemur þessi gríðarlega högg og þessi breytt þarna 19. ágúst og allt og síðan sjáum við kannski bara ástandið núna úti í Evrópu bara í löndunum með smittin og hvað er að gerast og hvað það þessa dagana þannig að við erum kannski að reyna að koma þessu, við viljum bara sjá okkur fyrirsjáleika, það er ekki það sem við erum að kalla eftir þannig að við setjum upp eitthvað plan að eitthvað tímasetningar og svona verður þetta verður reglun að koma inn í landið og það sé það sem við ætlum að fara að byggja á eftir einhverja mánuði, hvernig við ætlum að standa að
að þessu og þá skiptir fyrirsjáanleiki miklu upp á það, þessu stóru mynd. Jú, klárlega og við í rauninni fyrst þegar þessi sjúkdómur kom upp að þá voru menn að horfa svolítið einmitt bara stutt fram í tímann, menn hugsaði ok, haustið verður gott og síðan var svona fór að verða ljóst að haustið er ekki gott, þá fór menn að hugsa ok, þetta fer að staða jólin, svo var orðið ljóst að jólin væru alveg úti líka, þá fóru menn að segja ok, bara næsta vor, en nú fáum þessi fréttir núna bóluefni og getur fara að hugsa býtu ok, nú er þetta kannski bara að fara af stað eftir örfáa mánuði, kannski bara snemma næsta vor en ekki mitt sumar. Og við þetta ráðum ekki við þróun COVID en við hins vegar getum ráðið við aðgerðir stjórnvalda hér heima og það er það sem ferðaþjónustan hefur kallað eftir allan tíman, það er að fá einhvern stöðuleika nokkra mánuði fram í tíman vegna þess að óvissa aðgerðir er í rauninni versta hindrun til ferðalaga sem er til staðar og gerir manni mjög erfitt að selja og að því vorum að tala að færa bókanir áðan, það er erfitt að færa bókanir ef við vitum ekki neitt. Og allar aðgerðir stjórnvalda skipta mjög miklu máli varðandi það hvernig önnur lönd líka meta Ísland sem hvort þetta er öruggt land til að ferðast til eða ekki. Þannig að við þurfum að fá núna í byrjun desember þegar á að endurskoða reglur, þá þurfum við að fá mjög skýra mynd að minnst kosti 6 mánuðir fram í tíman og helst út allt næsta ár hvert er að stefna. Já, ég held líka að það sé bara svo ótrúlega mikilvægt. Ég sagði fyrir einhverjum vikum síðan bara förum að horfa á júní 2021 sem þennan raunhafa möguleika, sko kannski gerist eitthvað fyrir sem er það bara frábært og við byrjum strax að koma okkur í þetta rekstralega og líka hugarfarslega form sem við þurfum svo virkilega að vera í og við þurfum bara virkilega líka að hjálpa fyrirtækjum einhvern veginn því það er ekkert, ég man bara ekki íslenska orðið við motivation en það er svo erfitt að koma sér í gang og hafa hugan við þetta þegar þú ert ekki með neitt í höndunum. Þú ert einmitt eins og Arnheiður er að segja þetta er ekki með neitt plan og ég lái svo sem ekkert stjórnvöldum á þessum tímum þegar þarf bara að taka gríðarlega erfiðar ákvarðanir en á sama tíma þarf að gera þær með svona langtíma sjónarmið auðvitað fyrir höndum. Þannig að þetta er ekki auðvelt stað að vera í og ekki heldur auðvelt að sitja og segja það og gera svona hinsegin. Ég veit að við erum öll að reyna bara að gera okkar besta en það þarf að hlúsamt að fyrirtækjunum og hjálpa þeim að halda þó allavega lífi og halda þekkingunni inn í þessari grein því að þar hef ég alveg gríðarlegar áhyggjur, þar erum við bara að missa fólk sem að ég veit ekki hvort kemur aftur inn í þessa grein eða ekki, þannig að þar erum við að missa bara ofboðslega mikla langtíma fjárfestingu frá okkur sem að þarf að passa. En þetta er eins og aðgerðirnar í síðustu viku, það er meira, nú held ég að þetta sé raunlega tímaplani, að það vera að horfa fram á vorið og byrjun sumars. Að þetta er aldrei gangandi og þá vonandi fyrir landið að liggja. Það má benda að það er svona skána ástandið. Sko það er þannig að í fjárlögunum sem við erum að leggja núna fyrir 21, það eru ákveðin efnahagslega forsendur fjölda ferðamanna og ákveðin viðspyrna sem er reiknað með því. Það er miðað við 900.000 ferðamenn, það er þjóðhagsspáin sem er að miða við frá Hagstofunni. Þannig að það er 900.000 ferðamenn. Það er svona spáin og þannig að við ætlum að ná einhverjum 4% hagvöxt á næsta ári eftir tæplega 8% niður á við var síðustu tölu fyrir þetta ár. Ég meina á árinu 2010 komu 500.000 ferðamenn til Íslands, á árinu 2018 komu 2,3 milljónir, á árinu 2020 endar sennilega í 600.000 ferðamennum. Þannig að 900.000 er alls ekkert óraunhæft og gæti jafnvel bara orðið meira en ef að verði ekki fyrirtæki og hæfir einstaklingar sem standi í brúnni þá auðvitað lendum við inn í kannski verstu sviðsmyndinni sem að var nú gerð svona góð sviðsmyndagreininga mitt á dögunum og þar er ein sviðsmyndin sem gengur svolítið út af það að COVID er bara komið í ágætis horf en Ísland hefur algjörlega klikkað á öllum viðspyrnu þáttum í rauninni og passaði ekki upp á fjárfest í greininni sinni sem átti að verða til þess að hjálpa okkur upp úr lægðinni. Það var að tala móðurharðin til 2,0 eða ekki? Nei, ég er eiginlega að tala var það ekki sviðsmyndagreiningin? Jú, það var samt sem að sneri að lítil viðspyrna. Þannig að heimurinn var í góðu gengi en ferðaþjónusta á Íslandi var bara í mólum í rauninni. Þannig að ég er að tala ég held að hún hafi heitið lítil viðspyrna. Lítil viðspyrna. En svo var náttúrulega önnur hryllilega sem hét móðurharðindin en það var líka miðað við að heimurinn væri allur í ruglinu ennþá. Þannig að það er eiginlega best ef við sjáum það og horfum á það úr fjarlægð að
ferðaþjónustan út allan heim bara að blómstra og frábært og við á Íslandi einhvern veginn sitjum eftir með sárt ennið og getum ekki verið með í leiknum, sko. Af því við glemdum að þjálfa leikmennina og bara, þeir sátu bara heima. En svo var sviðsmynd sem hét land tækifæranna. Það sem að landið rís tiltölulega hratt og það gengur ýmislegt með okkur og bólefni kemur þá fram og ég reyndar svolítið hallur undir hana að þetta muni, og það er svona nokkra forsendur sem maður svona lítur í, kannski að landið muni rísa hratt hjá okkur. Minn hugur segir mér að það verði ekki mikið straumur frá Evrópu til dæmis til Asíu á næstu missurum og reynda þá missum við Asíu búa töluvert hingað, eða sem sagt, maður muni ekki verið sami straumur til Evrópu kannski alveg næstu missurinn. En síðan náttúrulega kannski stóru óvissuþátturinn bara hvað gerist í Bandaríkjunum, það kannski svona að það mjög slæmt ástand það núna, hvort að það fari ekki að skána það líður á næsta ár. Þannig að það hefur verið mjög háð, það hefur verið svona til móts við Evrópubúana sem hafa verið rúmlega helmingur kannski af túristum ferðamönnum til landsins og síðan hefur Bandaríkin og Asía og önnur lönd verið svona helmingur kannski, ef við einföldum þetta mjög. En hérna, þannig að ég svona mín spá þannig að það verður horft mikið hingað norður eftir frá Evrópu og flugreksturinn minni vélar, við sjáum að það verða raunverulega sem að gerast í flugheimum líka ítir svolítið undir þetta með Asíu og að það verði minna fluganga og áherslur. Eins og British Airways, síðasta flugið á Jumbo-þotum hjá British Airways hefur nú þegar farið fram og þeir hafa verið með flesta Jumbo-þotur 30-32 stykki í rekstri. Þeir hætta, það verið að leggja Airbus 380 vélunum, stærstu vélunum Airbus-vélunum og þannig að það fara að verða minni vélar og styttri flug. Það er svolítið trendin. Þetta mjög áhugavert líka í fluginu í heiminum, hvað að fara að gerast og þá er verið að veðja svolítið á styttri flugleiki og þá kannski kemur líka Keflavík sterkar inn sem þessi tengimiðstöð sem að kannski, en hvernig sjáu þið fyrir ykkur með Evrópu á næsta ári? Og hvað er að gerast? Hvað segja markaðarnir við ykkur? Ég held að markaðarnir séu mjög sterkir. Það verður breyting, það er alveg klárt og þegar þú segir land tækifærina þá held ég að við þurfum að horfa svolítið á hvar eru þessi tækifæri okkar á Íslandi. Ætlum við að byggja upp og byggja á því sama áfram þar sem aðaláherslan hefur verið á að fiska í sömu torfuna aftur og aftur. Fá ferðamenn til að koma einu sinni til Íslands og síðan ekki meira vegna þess að við erum bara með eina vöru í boði sem oft suðvesturhornið og eða ætlum við að fara að horfa á að byggja upp langtíma ferðamenn, fólk sem kemur aftur og aftur. Ætlum við að leggja áherslu á vöruþróun og ætlum við að leggja áherslu á vörur allt land og heilsársferðaþjónustu. Og þannig verðmætari ferðamenn, ekki bara telja markmiðið sé núna 900.000 ferðamenn, heldur teljum frekar hversu miklu eiga þessi ferðamenn að skila. Hvað þurfum við marga ferðamenn til þess að skila okkur sama ávinningi og 2 milljónir ferðamanna ef við fókusum á ákveðna hópa og ég get bara nefnt sem dæmi þyrluskíðahópa því við vorum að fá frábæra fréttir í gær af uppbyggingu hér rétt við Grenivík þar sem á að fara að byggja upp lúxushótel sem leggur áherslu á þyrluskíðahópa að þetta markaðir sem að gefa okkur gríðarlega tekjur og þetta markaðir sem að gætu lifað núna innan sóttvarnarlaga á Íslandi og gætu komið hérna við köllum þetta svona búbluferðamennsku þar sem að menn geta komið í sérstakar ferðir og verið einangraðir og skila okkur gríðarlegum tekjum. Og ég held að til þess að verða landtækifærna, til þess að nýta þau, þá þurfum við að tala við frumkvöðlana sem eru út allt land að reka oft svona lítil og meðalstór fyrirtæki sem að koma með alveg frábærar hugmyndir og frábæra vöruþróun að tengjast oft ótrúlega sérstökum mörkuðum. Það þarf að byggja undir þetta og tala við þetta fólk það hvernig við getum unnið ferðaþjónustuna og þróa hana áfram. Og til dæmis í þessari sviðsmyndagreiningu þá var þessi hópur ekki með. Markaðsstoðarnar eru með 900 svona fyrirtæki á bak við sig og voru ekki inn í þessu samtali og ég held að stjórnvöld, ég hvet stjórnvöld til þess að tala við fyrirtæki út á landi. Allar stærri fyrirtæki, pössum okkur á að horfa ekki bara í eina átt eða með einu gleraugun á markaðina því að við ráðum hvernig við þróumst áfram. Við ráðum hvernig við notum tækifærin. Og svo líka svo magnað í þessu að landsbyggðarhjarta mitt auðvitað hættir aldrei að slá þegar eru svona risatækifæri framundan líka að ég held að sko risatækifæri í þessu verði einmitt það að hvernig landsbyggðirnar rísa núna í þessu sko viðmóti til þess sem að fólk vill fá.
það víðáttan, það sveigjanleikinn, það eru allir möguleikarnir í náttúrunni sem eru einhvern veginn, það þarf að fara í vöruþróun en svo svo margt sem við eigum bara nú þegar sem hægt að aðlaga. Svo eru þetta bara öryggi og heilsa sem skiptir svo miklu máli, þú vilt finna þig öruggan og þú vilt finna þig í umhverfi sem ekki þessi mannmergð og ótrúlega svona flóknar aðstæður. Þannig að ég segi einhvern veginn líka, tækifærin eru þetta bara allt Ísland, en ég held að landsbyggðirnar eigi alveg ótrúlega mikið núna inni í þessu, fyrir líka eins og Arnheiður að koma inn á svona algjörlega svona hilluhópa sem eru bara að bíða og þetta fólki sem fyrst á stað, það vill passa sig, það vill öryggið og allt það, en það líka til að taka áhættur og vill bara upplifun, vill komast út og vill vera bara upp í fjalli og einmitt að skíða einhvers staðar í þyrlu. En svo held ég bara kannski og hefur verið að koma fram í könnunum núna að fólk, nú eru borgarferðir ekki í efsta sæti þegar verið að skoða ferðaþjónustu í heiminum. Þetta náttúran komin í efsta sæti að koma fram í könnunum núna erlendis og vera að skoða mengi ferðamanna. Og þá Ásta Kristín komst inn að það kom 500.000 ferðamenn til Íslands árið 2010. Og 37% erlendu ferðamannum árið 2010 tóku sér bílleigubíl. Svo koma þessar 2 milljónir, rúmlega 2,23 ár, þarna 2018, þá 60% komin á bílleigubíl. Þannig að þetta hefur komið fram í rannsóknum hjá Rögnvaldi Guðmundssyni, í hans rannsóknum í ferðaþjónustu. Og ég held raunverulega eftir COVID-ið við erum að selja svolítið þetta roadtrip sem í Ísland, að fólk flýgur til landsins, tekur bílleigubíl og keyrir landið og út af fyrir sig og getur raunverulega stýrt sínu ferðalagi. Ég held að sé alveg einstakt tækifæri núna í þessu mynstri núna og við höfum svo margt núna að bjóða, við erum með sem sagt alla framleiðslu þættina tilbúna, við erum að byggja upp ferðamannastaðina og þetta flæði út allt landið, það ætti að vera aldeilis að vera til alla forsendur fyrir því. Stuðlagið að byggjast upp fyrir austan, við erum að klára Demarsringinn eða hann var tekinn í notkun núna í september og svona það er verið að klára vegi vítt og breitt og samgöngukerfið alltaf er sterkara og sterkara. Þannig að bílleigubílinn þessi ferðamáti, það svona mín tilfinning að þetta sé raunverulega okkar eitt allra stærsta svona í svo almennu ferðaþjónustu, en það var mjög gott dæmi í Arnheiði varðandi skíðadæmið og þyrluskíðamennskuna. En það eru svona tækifæri sem ég held að við höfum og ég reikna með að sé verið að markaðssetja núna á fullu í stóru myndinni með landsbyggðin allans í huga. Við fengum núna í mars niðurstöður könnunar sem var gerð meðal erlendra ferðamanna á Norðurlandi á síðasta ári, þar sem að víðerni, fámenni og einstök náttúra voru það sem stóð upp úr í upplifun ferðamanna sem voru að ferðast þetta svæði. Þetta nákvæmlega það sem þeir segja þegar þeir eru spurðir hverju þeir ætla að leita eftir COVID. Og þannig að við erum með alveg hérna fullkomnu svörun þarna og þurfum að nýta okkur það og þá þurfum við að vera tilbúin með eitthvað til að sinna þessu ferðamönnum og það ástæðan fyrir vörum eins og Norðurstrandarleið og Demarsringnum þar sem við erum að hvetja fólk til þess að ferðast hægar yfir og til þess að fara á staði þar sem að kannski stóra rútur komast ekki endilega, þar sem þú getur komið á eigin vegum og notið og við erum að kortleggja svæðið og aðstoða fólk að finna út hvað það sem spennandi af því fólk keyrir ekki beint bara af stað og rekst á eitthvað. Og svona verkefni hjálpa okkur þá við að þróa og nýta þessi tækifæri. En það er mjög áhugavert að sjá þessa þróun, hvað bílar að vaxa og Asíubúar hafa verið mjög stórir þar og þeir hafa verið að skila sér mjög vel út á land á bílaleigubílunum og einmitt að vetri til líka, sem svolítið merkilegt og eru að keyra ótrúlega langar vegalengdir til þess að sjá svona einhverja náttúruperlu sem að vært eða séð á mynd og vilja endilega ná í, þannig að það er mjög skemmtilegt að sjá þessi tækifæri hjá okkur. Það er líka kosturinn við að hafa líka breiða markhópa, þú varst að tala áðan að núna þið kannski ekki eins mikil áhersla á Asíumarkaði að það væri bara jafnvel erfiðara aðgengi fyrir þá að koma. Á sama tíma rosalega mikilvægt að því þeir ferðast eiginlega mest að vetri til og mest svona desember og janúar, þá þeirra svona frítími mestur. Þannig að þeir hafa líka verið að fylla svona
gap eða bara árstíðagap sem var bara alla jafna ekki mikið ferðamenn. Þannig að það líka frábært að ná dreifingu yfir landið, en líka við náum dreifingu milli mismunandi markhópa á mismunandi tímum árs. Þannig við séum að hugsa þetta svolítið ekki bara, já, þetta gerðist, það var nú gott að þetta gerðist. Heldur líka við séum að hugsa þetta raunverulega og stýra þessu með einhverjum hætti. Af því að sko, við megum heldur ekki gleyma því að Ísland, eins og einn sagði hjá mér sem situr í stjórn og ekki svona típist ferðaþjónustu fyrirtæki, heldur meira svona úr ytri. Það svo gott stundum að heyra aðra raddir af því við verðum stundum svolítið samduna svona því sem við erum í alla daga og hann sagði bara ok, við skulum bara alltaf hafa hugfast að í rauninni var ekki tekið frá okkur. Það allt hérna ennþá, þú veist, auðvitað voru ferðamennirnir teknir þannig að sé frá okkur en það auðvitað á sér stað út allan heim, en náttúran hérna ennþá, hvalirnir synda í sjónum ennþá, fjöllin hérna ennþá, náttúran og mannfólkið og allt sem nú þurfum við bara að passa að við komum ekki, við munum auðvitað koma löskuð út á einhverju leyti, en við verðum að passa upp á að fólkið alltaf bara númer 1, 2 og 10 í því hvernig við náum að halda samkeppnishæfni, af því að aðrir staðir auðvitað hafa líka náttúru, hafa líka geggjaða alls konar afþreyingu sem þeir bjóða. Þannig að samkeppnishæfnin okkar á Íslandi, hún á eftir að standa svolítið og falla með það hvernig við hugum að því að halda störfum inni í greininni. Og það er bara ærið verkefni og þarf að taka alveg bara stóra ákvörðun það að leyfa starfsmönnunum að vinna fyrir fyrirtækin sín þó svo að þau séu tímabundið á launum jafnvel hjá ríkinu. Og þá kannski kemur svo reitt í sambandi við samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og það eru samgöngur til landsins og frá því og tengimiðstöðin í Keflavík og hlutverk Iceland í stóru myndinni og síðan náttúrulega bara þessi breidd í flugunum sem hefur verið inn til Keflavíkur. Og þess vegna skiptir við líka máli að þetta allt saman fara á stað aftur og tengimiðstöðin fara að virka, að byggja upp þetta flugleiðir aftur og hvernig það allt saman gengur. Það er líka hluti af þessari stóru mynd. Það er svona efnahagslega vægið í ferðaþjónustunni. Þá hefur flugreksturinn verið svona 35% inn í ferðaþjónustunni, það tekið í landsframleiðslunni, þessi 8,5% undan síðustu ár og þannig að það er mjög stór breyta og það hefur verið tölur hluti náttúrulega gjaldeyristekjunum sem þetta var sem mest 500 milljarðar yfir 35, 40 upp í 42% gjaldeyristekjum þjóðarinnar að ferðaþjónustunni eins og 2016, 17 og 18 hvernig maður virkja þetta aftur. Þetta er raunverulega hinn langt fljótvirkasta viðspyrnan fyrir efnahagslífið, það er að fá þessa vél á stað aftur, að túrisminn fari að byggjast upp aftur og þá náttúrulega ætlum við að taka kannski ennþá umhverfisvænni undir nálgun með tíð og tíma og hvernig þetta færist yfir mögulega rafmagnsbíla, nýorkubíla og öll þessi ímynd sem við ætlum að byggja upp í þessu en ég held að þetta verði alltaf mjög stór breyta næstu ár og áratugi ferðaþjónustunnar og eigum alla möguleika til að gera mjög góða hluti og öfluga í þessu. En það er svona ýmislegt sem þarf hvað segir þið? Greinin, þetta er kannski jákvæðustu fréttir ársins með mótefni núna Vaccine, eða sem sagt á það sem gerist að lyfjafyrirtæki núna á mánudaginn. Þetta er oft svolítið erfitt að við erum í svona hörmulegu ástandi að menn svona erum við farin að hugsa hvernig við munum byggja þetta út úr þessu ástandi, er fara að leggja línur, hvað segir greinin það? Hvernig við ætlum að stíga skrefin á 6-7 mánuðum þegar þetta fer vonandi að virka með mótefnið og öll þessi lyfjafyrirtæki fara að skila sínu og erum við farin að hugsa þetta? Hvernig við ætlum að tækla vonandi fyrir næsta sumar? Já, ég held að við séum klárlega farin að hugsa þetta. Það er hins vegar enginn með Excel-skjali alveg klárt, bara einhverja frábæra áætlun sem það skal bara kveikið í, það er í rauninni, það er engilega áætla núna þegar þú veist ekki nákvæmlega hvenær hlutinni byrja, Þannig að ég held að það séu allir með verkefnalistan sem kláran, en nákvæmlega hvenær hlutinni gerast, í hvað röðir gerast, sé kannski ekki alveg ljóst. Við vitum ekki hvað marka vera fyrstir sem dæmi. Við vitum ekki hvenær flugið fer á fullt, en ég held að allir séu tilbúnir fyrir alls konar sviðsmyndir. Það sem að maður hefur séð stjórnvöld gera vel núna, til dæmis, eitt af það sem kemur fram að sé mikilvægt í sviðsmyndunum og það er að nýta tímann til þess að byggja upp innviðina á meðan við erum í þessu stoppi. Þannig að við séum tilbúnari í að taka á móti ferðamönnum. Við erum líka, Íslandsstofa í biðstöðu með stórt markaðsverkefni, stóra markaðsherferð sem fer í gang
leið og markaðar opnast. Og fyrirtækin, ég held að margir hafi verið að nýta tíma núna í endurmenntun, þannig að ég held að við verðum með mjög sterkan mannauð þegar við komum tilbaka. Mikla þekkingu inn í greininni. Það sem ég hræddust við að við missum, af því að við erum að tala um áðan hvað við eigum þá allavega inni hér, landið og slíkt, en það sem við missum það eru viðskiptatengslin. Og ferðaþjónustan hún byggir á mannauði og það eru viðskiptatengslin sem hafa verið byggð upp á undanfarnum árum sem við þurfum virkilega að passa upp á núna. Erum við brothætt? Það eru þau sem gera okkur kleift að komast hratt af stað aftur. Hvort sem við erum að tala um að koma flugið í gang eða að ná einhverjum ákveðnum þjóðvörnum hingað inn. En það er að þessi tengsl þessara aðila sem hafa verið að starfa í greininni, þau haldist og menn geti nýtt þau áfram til þess að keyra okkur í gang. Algjörlega, og ég held að ég var nú að grínast með Excel-skjali, ég myndi nú reyndar aldrei að setja upp í Excel-skjal, en það er ótal svona sviðsmynda svona bara æfingar sem er ótrúlega gaman að bara skoða og það er nú aðalega líka bara til að halda geðheilsu og sjá fyrir endan. Það er nú oft verið sagt við mig að ég geti verið óhóflega bjartsýn, en ég vil frekar bara vera þar heldur en annars staðar því að það er bara líka meira rými þar, það er eiginlega uppselt þarna hinum megin. Þannig að það er bara ágætt að fá að vera þar og bara líka því að það er svo mikið rými til úrbóta. Það er svo margar hugmyndir sem að mega bara núna koma fram og við megum ræða allt og við megum einhvern veginn gera mistök og við megum prófa. Og það er mikilvægt líka, en það sem mér finnst svo frábært að því að það eru margir líka búin að spyrja og hvað á ég að gera núna? Ég get ekki bara mætt og kveikt ljósin og hort út í lofti, ég verð að hafa eitthvað fyrir stafni og hvað myndir þú mæla með og svo erum við að ræða þetta í alls konar hópum. En það sem mér finnst svo spennandi, það sem fólk, einmitt eins og Arnheiður kemur inn á, það eru mjög margir að skrá sig á námskeið og skrá sig í nám og bara halda hæfninni sinni og getu og svona halda huganum svolítið við efnið. Það er líka hægt að bæta rosalega mikið efni, það er alltaf þetta, það er ekki tími til að bæta efni eða bæta við textan eða gera góða lýsingu á því hvað ég er að gera og svo framvegis. Það er hægt að læra betur á tæknina, það er hægt að læra loksins á einhverjar Facebook-leiðir eða Instagram eða hvaða leiðir sem þú vilt nýta og við ætlum að fara á stað núna með öllum landshlutunum 7 með svona verkefni sem bara felst í því að auka hæfni og koma fyrirtækjunum inn í þetta form sem er svo gríðarlega mikilvægt og þetta mindset sem að þau einhvern veginn geta líka verið að bústa hvort annað og bara hvetja hvort annað í því hvernig þau vilja fara áfram veginn. Eru það hugsað á eitthvað með bara svona eins og 4. iðnbyltinguna, tæknina og skilvirkni og kerfum og svoleiðis róbótatækni og öðru? Meðal annars. Við inn í þetta til að búa til meiri framlegð og annað, við þekkjum þetta há launakostnaður og við búum það mjög há lífskjör á Íslandi að við þurfum öll að halda til að búa til þessa framlegðinni sem við erum ofta með. Það er ekkert fyrirtæki sjálfbært sem þarf að borga 60-70% í launakostnað og svo eftir að borga allan annan kostnað. Það er bara því miður til langtíma gengur aldrei upp og þetta þarf bara, það eru mörg verkefni sem þyrfti að rista upp og fara í og laga. Það verður ekki gert á einni nóttu en svo er líka bara svo margt annað sem kannski er að koma í ljós núna og sérstaklega gerðist í sumar með innlenda markaðinn. Við höfum aldrei í sjálfu sér verið að einblína á innlenda markaðinn en hann er okkur samt svo dýrmætur og það er í rauninni, Ísland er í rauninni næstu eina landi í heimi. Við veitum þetta að við erum fá og þetta við viljum oftast bara fara eitthvað þegar við komumst í frí. En til lengri tíma er gríðarlega mikilvægt að hugsa íslenska markaðinn. Hann sé ekki bara til að redda okkur þegar allt annað klikkar heldur séu við raunverulega að bjóða upp á vörur og þjónustu sem að þessi mikilvægi markaður vill nýta og það er bara, ég held að þar sé líka tækifæri sem við erum aðeins að vannmeta. Heyrðum maður þetta svo sem víða þegar maður fór í sumar, hvort sem var Norður-Austurland eða Vestfjörðum eða hvað sem var maður heyrði þetta fólk sem kannski ekkert verið að fara landi í 10-20 ár og svo kom að þetta er bara gaman. Þannig að það var svolítið skemmtilegt að það var eins og margir var að uppgöta Ísland á nýja leik að fara landi og raunverulega líka að sjá þessa miklu breytingu sem eru orðið í aðstöðu, hótelum og gæða matsölustöðum og allt þetta. Kannski íslenski markaðurinn eða höfuðborgarmarkið það þekktu kannski ekki bara landsbyggðina hvað þeim hefur upp á bjóða. Já, og ég held að þetta sé nefnilega mjög gott skref sem varð í sumar að landin fór að ferðast landið. Það varð einhver sátt á milli
Íslendinga og ferðaþjónustunnar. Það er að segja að Íslendingarnir sáu hvað þetta var spennandi og góð þjónusta og ferðaþjónustan sáu að það voru tækifæri í íslenska markaðnum og flestir sem við spyrjum í dag hvort þeir ætla að sinna þessu markaði áfram segist alltaf að gera það og sjá tækifæri í þessu markaði, það sem alveg frábært. En það sem ég held að gerist líka kannski að þá verður krafan innviðauppbyggingu, hún kannski verður líka frá Íslendingunum núna. Þetta verður þá ekki bara frá okkur sem búum út á landi krafan að vegirnir séu betri og vegirnir séu mokaðir. Heldur það íslensku ferðamenn líka sem gera þessu kröfu og sjá að það alveg fáránlegt til dæmis að geta ekki keyrt að Dettifossi að vetri til. Vegna þess að vegurinn ekki mokaðir að ákmessa fossi Evrópu og við komist ekki niður að Hvítserka því að það er ekki hægt að komast í gegnum skaflinn. Þannig að ég held að við fengið bara alveg ótrúlega svona gott demo sumar fyrir Íslendingin. Ég hugsa að þetta muni fylgja okkur næstu árin, þessi áhugi og þetta verið tekið með. Sjálfur reyni ég að fara sem mest bara landið yfir sumar og fara sem minnst úr útlanda og þannig hef bara haft það í huglega 20-30 ár. En það er bara ótrúlegt að fara okkar frábæra svæði. Ég sé að það kemur nú spurning frá Frosta Heimissyni sem mikill flugáhugamaður og í þeim geira að með beint flug inn á Reykjavíkurflugvöll, ég bara styð það svo ég segi það, að fjölga og fljúga Egilsstað og Akureyri og beinu flugin og dreifa ferðamönnum og við þekkjum það náttúrulega sem eins og með kannanir sem voru teknar af ferðamönnum sem flugu Akureyrarflugvöll fyrir einhverjum árum að það var svo merkilegt að þeir flugu beint á Akureyri þá var meðal gistináttafjöldi 7,2 nætur en þegar hefðbundin lendir í Keflavík þá var 1,8. Þannig að þetta verður mjög svæðisbundið og kannski að Miriam líka kom inn á með athugasemdunum að þeir verða miklu staðbundnari, fara yfir minni svæði og það er hluti af túrismannum, það er eða ferðaþjónustunni, að byggja hana þannig upp að það þarf ekki alltaf að vera að fara yfir svo stór svæði, heldur að dvelja til lengri tíma á ákveðnum svæðum og það kannski er ákveðin þjóðerni sem við þekkjum sem dvelja lengur í landinu og eins og þegar maður var nú einhvern veginn rannsóknum í þessu að það kom mér alltaf svo óvart að gistinættur Ítala á Íslandi á 40-45% öllu gistinættum Ítala á Íslandi var á Norður- og Austurlandi. Það var svolítið skemmt, þetta er svo misjafnt eftir þjóðernum. Þú sagðir bara Njáll hvað svo einstaka aðgerð ef við myndum koma á tengiflugi Keflavíkurflugvöll og koma flugi til Akureyrar og Egilsstaða þar í gegn. Hvað svo aðgerð myndi gjörbreyta íslensku ferðaþjónustu? Ef við setjum það á sviðsmynd aðeins upp í hugan og lefum okkur að dreyma hverju þetta myndi breyta. Við varum að sjá alveg gríðarlega þróun mjög hratt á áfangastöðunum og alveg bara rosalega vöxt í ferðaþjónustu. Óbáslega vöruþróun, óbáslega hraða aukning á gæðum þjónustunnar. Þannig að ef mann langar að breyta ferðaþjónustu í Íslandi, þá er það með því að koma tengifluginu í gagnið á viðráðanlegu verði. Og þar verður líka eftirspurnin, Við ekki gleyma því að það, við verðum að hafa kanalan í lagi til að dreifa síðan. Akkurat. Ég var með fyrsta þáttinn í þessum þætti í næstu skrefum fyrir rúmri viku síðan og þá ræddi ég Reykjavíkurflugvöll og síðan endum við þann þátt að tala raunlega græna orkubyltingu í fluginu, nýorkuna og rafmagnsflug og til þess í Noregi þar er búið að setja á áætlun flugmilli Oslo og Bergen eftir 5 ár með rafmagnsflugvélum. Síðan eru að sjá vetnishugmyndir og annað og þetta kannski verður bara hluta okkar ímynd varðandi þessa hluti og síðan bara fer fólk á einhverju nýorkubifreiðum hvernig það verður vetni eða rafmagn eða hvað verður. Þannig að við séum svolítið svona að við séum að markaðsetja þessa ímynd í þessari stóru mynd. Þannig að ég held að það verður líka mjög sterkt núna eftir COVID-ið í allir umræðu að þetta mun líka held ég hafa áhrif á þessa að svo erum við náttúrulega bara með náttúruna eins og vorum að tala áðan í fyrsta sæti. Þannig að þetta er svona það sem ég sé fyrir mér að við ættum að stefna að. Og líka framtíðarsýn Íslands fyrir 2030 er að vera leiðandi í sjálfbærni. 2030 er bara ekki morgun heldur hinn, Þannig að við þurfum aldrei að fara að spýta í lóguna og nýta núna þetta rými. Hvernig ætlum við að gera þetta? Hvernig ætlum við að haga aðgerðum og það er ekki stjórnvöld sem ætla að vera sjálfbær. Það eru fyrirtækin og fólkið sem rekur þau sem verður að vera leiðandi þarna. Þannig að við þurfum að ganga í takt og fara aldeilis að
gera hlutina núna. Algjörlega og átt okkur á því hvernig við ætlum síðan að kynna þetta. Vegna þess að við vinnum í rauninni á margan hátt, á sjálfbæran hátt. Bara svona, gamlar aðferðir eru gjarnan mjög sjálfbærar. En ef við ætlum að fara að reyna að selja þær, þá vilja menn fá einhvers konar vottun á þær. Og það kannski hluti sem okkur vantar. Við erum svona bara, við erum bara að gera þetta, en við erum ekki endilega að segja frá því. Þannig að hvernig ætlum við að byggja þessa ímynd Íslands upp sem sjálfbærasta land í ferðaþjónustunni? Ég í dag þá var kynnt þessar sviðsmyndagreiningar sem við vorum að tala áðan frá KPMG og Ferðamálastofu og í atvinnuveganefnd. Og ég held að væri svona í framhaldi af þessar umræðu hér, það væri kannski sniðugt að fá Íslandsstofu til að kynna fyrir atvinnuveganefnd hvað menn varðandi næsta hálfa ári, hvernig við ætlum að með kynningu á landinu og hvernig næstu skref verða tekin og kannski fleiri aðilar sem ætti að koma að því að það væri kannski mjög aðskilegt að þessi mynd fara að skýrast hvað sú sviðsmyndagreining þegar við ætlum að fara að koma allir hlutum á staðinn þess að það er ekkert endilega einfalt að allt fara á stað á nýja leik. Þetta er mjög flókið ferli grunnar mig og svona hvernig ástandið lagast í Evrópu og okkar helstu mörkuðum. Þannig að þetta verður heilmikið verkefni að koma öll á stað á nýja leik. Þannig að og raunverulega bara stæðsta og fjárlögin og allt á næsta ári. Þetta fer allt eftir hvernig mun ganga með ferðaþjónustuna á næsta ári í stóru myndinni, sko. Það er minnst á það í fjárlögunum sem er núna í þinginu í plagginu, fjármálaplagginu, fjárlögunum, að það reikna með að tekjur sem sagt á þessu ári að virðisauka bara eru 30 milljörðum minna heldur en annars hefði orðið en fyrir COVID-ið að minnka virðisauka tekjur ríkisins 30 milljarða. Þetta er ekkert smá upphæðir og þegar skatttekjur af ferðaþjónustunni kannski 60, 70, 80 milljarða í heildina að þetta eru eina stóru tölur í samhengi hlutana. Þannig að það skiptir svo gríðarlega miklu máli að þetta nái sér að fluga aftur. Og það er nefnilega kannski kemur akkurat að punktinum þarna, þetta er svo mikið hagsmunamál okkar allra, þetta er ekkert einkamál ferðaþjónustunnar. Þetta er okkar hagsæld, okkar heilbrigðiskerfi, okkar skólakerfi. Við erum að nýta skatttekjur til þess að greiða fyrir okkar grunnþjónustu. Þannig að gleymum því aldrei þegar við þurfum að setja okkur í einhverjar stellingar alltaf og inn í sílóin að við erum að tala hagsæld fyrir alla þegar við erum að tala að koma ferðaþjónustuna aftur í gang. Já, en það verður halli ríkisins vandalega hátt í 300 milljarðar þessu ári og 250, 260, 70 á þeim næstu tveimur, það er svona cirka bát, þannig að fyrir hvort ár. Þannig að þetta eru ótrúlegar upphæðir sem við erum að eiga við og þetta er kannski langt skjótvirkasta leiðin. Auðvitað erum við að setja líka mjög mikið fjármagn í tækniþróun og rannsóknir og allt það sem er síðan hjálpa en það er ekki dett inn á næsta ári í þessu stóru tölum. Nei, og þú þarft líka það þarf að efla nýsköpun en þú þarft líka að horfa á það nýsköpunin með því að hafa hann inn í starfandi fyrirtækjum þá kemur hann fyrr í gang heldur en ef þetta er einstaklingur sem er að byrja alveg frá grunni af því fyrirtæki getur stuttið oft með búnað og alls konar þekkingu og ef við ætlum að koma þannig nýsköpun í gagnið hjá ferðaþjónustunni þá þurfum við auðvitað að hafa starfsfólk innan ferðaþjónustunni þannig að við komum alltaf aftur að því að það er þessi mannauður sem við þurfum að gæta að til þess að við náum góðri viðspyrnu þannig að ef við höldum mannauðnum gangandi núna skulum leyfa okkur að segja að þetta séu bara nokkrir mánuðir eftir í þessu ástandi. Ef við náum að halda mannanum við og leyfa honum að vinna fyrir fyrirtækin, þá væri verið að þróa núna ofboðslega mikið af vörum sem eru tilbúnar í sölu, en leið á tækifæri gefast. Þá þurfum við ekki í rauninni að taka síðan nokkra mánuði til viðbótar í að undirbúa söluna. Nei, eða gera bara einhvern veginn og hlaupa og bara... Hlaupi sem við gerðum síðast. Nákvæmlega. Það mátti að bregðast við. Núna eigum við raunverulegt tækifæri til að leiða þessa þróun og stunda ferðaþjónustu á okkar forsendum. Nota hana sem tól og tæki, ekki að láta hana nota okkur. Það er bara risastórt atriði að áfangastaðarnir, fólki sé sátt, allir séu í rauninni sáttir með þá ferðaþjónustu sem við viljum byggja upp á okkar eigin forsendum. Já, ég heyri að við erum öll mjög bjartsýn þegar vonandi líður á næsta ár og við bara björt framtíð í ferðaþjónustunni. Ég langar rétt í lokin að það sem þátturinn heitir næstu skref, að þið myndu bara enda með því, þá næstu skref, hvernig sjáu þetta fyrir ykkur næsta hálfa árið þegar við ætlum að reyna að koma hlutum á stað
og hver eru svona helstu málin þá bara til að komast í gegnum erfiðan vetur og hérna vonandi fyrir landið að rísa þá í vor og næsta sumar. Já, það stórt spurt. Hver er næstu skref? Einfalda svari væri þetta bara að ausa peningum í kerfið. Þá væri þetta bara ekkert mál. Þá getum við ráðið fólk og getum við þróa vörur og komið öll í gang aftur en svoleiðis er ekki staðan. Þannig að ég held að í næstu skrefum þá þurfum við að huga mjög mikið að samtali og samstöðu til þess að starfa saman að því að ná árangri. Við þurfum að koma óvissunni frá eins og mögulegt er. Það er risastóra skrefi núna að tryggja það að það sé sýnileiki í aðgerðum stjórnvalda bæði varðandi aðgerðir á landamærum og varðandi aðgerðir til stuðnings fyrirtækja. Við þurfum að passa upp á samkeppnishæfni milli fyrirtækja hér innanlands, þannig að stuðningsaðgerðir sé ekki að skekkja hlut einhverja aðila á kostnað annarra, þar að segja að einhver landsvæði verði ekki út undan og þá er ég kannski að vísa í dreifðustu byggðir með minnstu fyrirtækjunum sem að hafa kannski fengið minnstan stuðning og í rauninni mjög lítinn stuðning ef við skoðum tölur frá þeim, ekki nema helmingur þeirra sem hefur getið nýtt sér stuðningsaðgerðir sem að hingað til eru komnar en það stendur nú sýnist með til bóta sem betur fer. Ef við erum að búa til skekkju, þá erum við að búa til vandamál í framtíðinni. Við þurfum síðan við þurfum að vita það að ríkið geti staðið með okkur í markaðssetningu. Við þurfum að leggja mikla áherslu á markaðssetningu vegna þess að við erum að fara að sjá samkeppni sem aldrei fyrir núna þegar landið opnast, eða þegar heimurinn opnast á ný. Vegna þess að það eru öll ríki heims að fara að ausa peningum í markaðssetningu og ferðaþjónustu. Og til þess að ná þá árangri, vegna þess að við getum aldrei sigrað í upphæðum sem verður sett í markaðssetningu, þá þurfum við að sigra á sérstöðinni. Þannig að við þurfum að byggja undir sérstöðuna sem við höfum og þá sérstöku þjónustu sem við erum að bjóða. Og við þurfum að hlúa henni, leyfa henni að rísa og þá held ég að við séum að fara að horfa fram á mjög bjarta tíma. Næstu þessari. Ástæðan. Já, það er náttúrulega bara, þú veist, ég segi bara kvitt upp á þetta er allt bara alveg hjartanlega sammála. Það sem við þurfum að hafa í huga og kemur út úr þessari risa úttekt á OECD á samkeppnishæfni Íslands er að við erum sko langt á eftir Norðurlandaþjóðunum þegar kemur á samkeppnishæfni og þar er ferðaþjónusta ekki undanskilin og eiginlega í forgrunni. Við þurfum bara að endurskoða rosalega mikið og í lagaumhverfinu og ég ætla ekki að fara út í það en það sem við ætlum að gera núna næstu 16 vikurnar eða í rauninni frá áramótum og þangað til í apríl er að bjóða fyrirtækjum allt land 70-90 fyrirtækjum í heildina að taka þátt í alveg massífu prógrami þar sem við erum bara að bjóða upp á eiginlega bara svona masterclass í því að fara í vöruþróun, stunda nýsköpun inn í fyrirtækinu, hvaða leiðir eru færar, hvernig gerum við þetta saman og hvernig í rauninni bara komum við okkur í gegnum þessa endurræsingu og komum helmikið betur út heldur en áður en við fórum inn. Já, þetta eru gott að koma ennþá sterkari tilbaka. Ásta Kristín frá Íslenska ferðaklasanum og Arnheiður frá Markaðsstofu Norðurlands. Bara frábært spjall, gaman að sjá okkur. Og bara við tökum kannski spjallið bara síðar í vetur og sjáum hvernig það gengur. Þetta verður mjög spennandi að fylgjast með næstu vikum og mánuðum. Í þessu erfiða, ég ætla ekki að nota umulega ástandi að mörgu leyti sem að greinin á í. Þetta er náttúrulega mjög erfitt. En bara kæra þakki fyrir gott spjall og við heyrum síðar. Og ég þakka áhorfendum fyrir áhorfið og sjáumst í næsta þætti. Bless. Takk.